Við ætlum núna að fara að telja tíðnina á öllum þessum meðaltölum sem við erum búin að vera að vinna með. Þetta eru meðaltal úr 30 kostum af teiningum, meðaltalsútkomur, og við vorum búin að safna þessum meðaltölum í lista sem heitir MT, það eru öll meðaltölun okkar. Og til að byrja með ætlum við að athuga hvaða meðaltal eru á bilinu 2,53 og svo hvað eru mörg frá 3 til 3,5 og svo framvegis. Gerum það hérna í tíðnidálknum og notum telja skilyrt skipunina saman sem telja skilyrt. Nú við ætlum að telja allar tölur x sem eru stærri eða sama sem minnitalan og þetta er svona klassísk forritunar skilgreining að því við ætlum að láta einhver tvö skilyrði vera í gangi, eitthvað tvennt. Allar tölur x eiga líka að vera minni heldur en stærri talan. Og svo endur við bara að segja úr hverju hún á að telja þetta hérna. Það er listin okkar sem heitir MT. Sjáum hérna, þetta eru fjögur meðaltöl sem að falla undir þessa skilgreiningu. Og ef við drögum hérna niður þá beitum við þessu sömu skilgreiningu á þessar tölur hér. Næst ætlum við að búa til stöplarit til að sýna þessa dreifingu hérna. Og vera bara 4 stöplar, en við viljum ekki að stöplinnar okkar gangi upp frá 2,5 eða 3, við viljum að stöpullin gangi upp frá einhvern veginn frá miðjunni til þess að þetta verði fallegt. Þannig að við þurfum að finna miðjuna á öllum þessum bilum hérna. Ein leið til að gera það er bara einfallega að gera hérna meðaltal þessar tölur hér. 2,75 er jú miðin á þessu hérna. Hefðum alveg getað að skrifa þetta handvirkt, en á eftir þegar við tökum fleiri bil þá getur verið gott að gera alltaf bara einu sinni og draga svo niður. Og þá erum við komið með flokkamörkin okkar eða hvar súlurnar ganga upp. Við skulum bara búa til lista úr þessu hérna til þess að geta búið til súlurit eða stöplarit úr þessu eftir. Fyrst hérna búa til lista sem heitir mörk. Það er mörkin á stöflunum okkar og svo búum við til annan lista hérna, köllum hann bara tíðni. Þá var að láta tölvuna teikna fyrir okkur og við förum í inntaksgluggann og byrjum að skrifa stöplarit og þá koma staðsetningar á súlunum fyrst sem eru mörk og hvað súlurnar eru háar, það er stöflarnir sem eru tíðni og hvernig lítur þetta þá út ef við stekkum hérna. Sjá við erum komið með stöplarit og miðjan hérna er akkurat það sem við viljum hafa ef við förum aðeins inn. Við séum hvað stöplarnir ná hérna hátt upp. Til þess að jafna þetta aðeins út þá getum við breytt af stöðunum milli ásanna. Tökum við að prófa 1/10. Þá lítur þetta orðið svona út. Þið sjáu hvað þetta eru fáu stöplar og við sjáum ekki rosalega fína normaldreifingu, en það væri gaman að prófa hvað gerist þegar við aukum flokkana. Gerum það næst. Þegar við viljum fleiri stöpla þá þurfum við að hafa þrengri flokkamörk. Við skulum breyta þeim úr því að vera heil 0,5 eins og þau eru hér upp í vera 0,25, þannig að fyrsti flokkurinn er þá frá 2,5 upp í 2,75 og næsti þá frá 2,75 upp í
3 og svo framvegis. Drögum þetta niður. Ágætis tími til að minna á það að vera ekki að gera mikið undo í beta-útgáfunni í augnablikinu. Hún virðist frjósa algjörlega á því. Núna getum við bara afritað þessa skipin sem við vorum með áðan. Deila skilist skipununa og láta hann að gera það nákvæmlega það sama hér. Drögum það niður. Hún telur alltaf allar tölur sem eru stærri eða sama sem minnitalan og minni en stærri talan. Flokkamörkin okkar, það er stöfla miðjan. Við getum líka afritað þessa skipun sem er bara meðaltalið. Fáum hérna nýja stöfla. Búum til lista á þessu hérna. Og lista úr þessu. Stöflana, miðjan á stöflunum, skulum bara kalla það ST2 og tíðnina á þeim, tíðni 2. Búum núna til nýtt stöflarit úr þessum gögnum. ST2, tíðni 2 og hvað erum við þá komið með ef við drögum til gluggann? Já, þá erum við komið með fleiri stöfla og eitthvað sem er líkari normaldreifingu. Við getum núna valið þessa stöfla hérna. Við veljum bara stöfl B. Við getum breytt litnum á honum. Já, hún lét B vera stóru stöflin. Við getum látið eina stöfluna vera græna eða hvað sem er til þess að aðskilja og við sjáum betur hvað er hvað. Við getum líka fengið þykkar línur ef við viljum og ýmislegt annað sem við getum leikið okkur með í þessu hérna. Meira að segja getum við látið fyllinguna vera einhverja mynd. Við sækjum einhverja mynd hérna til dæmis með einhvern ís og aukum fyllinguna í ísnum. Þá erum við komið með eitthvað svona. Felum eitt aðeins á meðan. Það sjáum við hvað er hægt að gera að maður nennir að fikta sig áfram.